Tökum hjartalækni 1 sem svo nefndur í gögnunum. Árið 2016 rukkaði nærri 102 milljónir króna fyrir tæplega 5.500 komur sjúklinga. Þetta samanlagður hluti sjúklinga og sjúkratrygginga. Það var 125% hærri upphæð en næsthæstilæknirinn sem náði ekki einu sinni upp í 3.000 komur. Sá fékk greiddar tæpar 45 milljónir króna fyrir það. Sjúkratryggingar Íslands hafa staðfest við Kveik að gerðar hafi verið athugasemdir við reikningagerð eða innheimtu hjartalæknis 1 vegna starfsársins 2016. Kveikur býður enn upplýsinga hvort læknirinn hafi verið krafinn endurgreiðslu. Ef til vill var honum sagt að það væri ekki eðlilegt að hann gæti hitt 2-falt fleiri sjúklinga og gert margfalt fleiri skoðanir en allir aðrir. Hann gerði tæpan 1/4 allra og dopplerskoðana sem gerðar voru þetta ár og nærri 1/3 allra áreynslu hjartaritana. Hann virðist að minnstakosti hafa farið að taka lífinu léttar strax árið eftir. Þá komu 2.000 færri sjúklingar til hans og greiðslurnar hröpuðu 1/3. Upphæðin var að vísu enn 36% hærri en hjá næsta manni, en þetta var töluverð breyting, innsendir reikningar 33 milljón krónum lægri. En samtals hefur hann fengið greiddar 335 milljónir króna á þessum 4 árum, 88 milljónir á ári að meðaltæli, miðað við verðlag 2021. Bæklunarlæknar eru samt almennt með töluvert hærri greiðslur en hinar sérgreinarnar 2, þótt enginn skeri sig jafn afgerandi úr og hjartalæknir 1. Þeir 10 hæstu eru með 60 til 90 milljóna króna greiðslur árið 2019. Háls-, nef- og eyrnalæknir númer 1 sker sig líka úr með langhæstu greiðslurnar öll 4 árin og sá eini sem fer yfir 200 milljónir á þessu árabili.